Ég hef klárlega nýtt mér fötlunarfræðina í starfi. Það hefur gefið mér svona aukinn grundvöll til þess að vísa í og vita að ég stend á styrkum stoðum, svona fræðilegra kenninga og vitandi það að það er ekki bara einhver tilfinning sem að ræður því hvað við erum að vinna með í mínu starfi, heldur líka búið að rannsaka þetta í þaula og vitað vel hvað virkar. Og það er að hlusta á fólki sjálft sem hefur reynsluna á málefninu, sama hvers málefnið er. Það sem fötlunarfræðin hefur meðal annars gefið mér er allskyns ólík sjónarhorn til þess að nálgast viðfangsefnin sem koma upp í almennri samfélagsumræðu sem og þar sem ég vinn. Það er þetta gagnrýna sjónarhorn sem oft er talað í háskólanámi, nema mér finnst í fötlunarfræðinni að það sé raunverulega ýtt undir slíkt sjónarhorn. Að það er ekkert eitt sjónarhorn sem er rétt, en það eru margar ólíkar leiðir til að nálgast hvað sem ræðir. Það er það sem fötlunarfræðin hefur gefið mér. Ég er félagsráðgjafi almennt og hef unnið í mörg ár sem félagsráðgjafi. Félagsráðgjafi hafa oft tengt málefni fatlaðs fólks en það hefur ekki verið nógu mikið kennt fötlunarfræði í félagsráðgjöf og mér finnst það bara vera eiginlega ennþá. Þannig að ég vildi afla mér meiri þekkingu og þá stóð til boða hvort ég vildi fara master í félagsráðgjöf eða master í fötlunarfræði og ég vildi alltaf fara í fötlunarfræði af því ég taldi þetta að vera eitthvað sem tengist mér betur. Þannig að það var ástæðan ég fór í fötlunarfræði. Þetta er alveg klisja en við þurfum svo mikið að fagna margbreytileikanum og nýta styrki alla og fara úr þessari menningu að vinna mest og vinna mikið og þeir sem geta framleitt á mest eru bestir. Út af því að ef við vinnum bara saman sem heild þá við erum bara sterk og veikasti lekkurinn. Og svo má kannski lóku nefna það að ég var sjálf svo geðvissum að taka námi diplómu í fötlunarfræðum frá Háskóla Íslands og það jók skilning minn gríðarlega gagnvart bara sjálfur mér og þessi stöðu sem ég var allt í einu komin í að vera fötluð manneskja og svo skilningin á því hvaða réttindi ég ætti auðvitað að hafa og annað fatlað fólk ætti að hafa. Og þetta hefur bara elt mig gríðarlega bara í mínu eigin lífi og líka mínu eigin persónulega lífi og svo náttúrulega bara þetta vinnulífi og sem hefur auðvitað bara gagnast mér mjög vel inn í því starfi sem ég er í dag sem formaður Öryrkjabandalags Íslands.